Hérna höfum við áætlunina fyrir restina af önninni. Við eigum eftir próf 3 sem við ætlum að fara yfir efni í dag og framundan að skila inn heimadæmi 5 og það eins og þið þekkið undir innunni. Hérna, það verið að reikna út leiðréttingu á fasviki í 3 fasa rás. Þetta eru 2 dæmi, þannig að þið farið í það og hins vegar þá verður prófið næsta fimmtudag morguninn. Þá að gera að mæta vel tímanlega svo að hafa góðan tíma í að taka prófið og ég ætla að byrja þá að skoða númer 3A, skýrslu 3A. Það var afl, strauma og spennu í 3 fasa rásum og þá byrjum við á því að stilla mótstöður, 3 mótstöður í álagsmótstöðu kassanum á 115 ohm og tengja við 3 fasa spennu 400 volt og mæla fasaspennu og mæla aðalstraum og aflið. Þetta var allt gert með NanoWeb mælinum en í stjörnutengingunni þá höfum við ákveðna reglu að aðalstraumurinn sami og fasastraumurinn en að fasaspennan aðalspenna heildarspenna deilt með rótina 3. Sem sagt 400 deilt með rótina 3 230 volt. Það hlutfallið hérna á milli. Og síðan könnuðum við sem sagt hlutfallið milli aðalspennu og fasaspennu sem var rótina 3 og hér vorum við að reikna út fasaaflið og þegar við erum búin að finna það þá athugum við hvert hlutfallið væri á milli heildarafls og fasaafls og sem sagt heildaraflið 3 sinnum fasaaflið þannig að hlutfallið 3. Síðan var álagsmótstaðan þríhyrningstengd og þá eykst aflið þrefalt og við sjáum það hérna í lokin að afl 3 fasa deilt með afli í stjörnu 3 sinnum stærra heldur en stjörnuaflið. Þarna þrefalt afl í þríhyrning heldur en í stjörnu. Og það sem við gerðum var að tengja í þríhyrning, mæla aðalstrauminn og reyndar fasastrauminn líka og taka aflið og hérna skiptist straumurinn í aðalstraum og fasastraum en hér meginreglan sú að fasaspennan sama spenna og aðalspennan. Hérna í þessu tilfelli 400 volt og þá hlutfallið milli aðalstraums og fasastraums það rótina 3 og við reiknuðum út afl í fasa sem sagt fasaspennan sinnum fasastraumur fengum við 1,4 kW og að lokum reiknuðum út hlutfallið milli aflsins, heildaraflsins og fasaaflsins sem þrefalt stærra heildaraflið heldur en fasaaflið og reyndar reiknuðum við svo út munin á heildaraflinu í þríhyrning og heildaraflinu í stjörnu og það þrefalt líka. Þrefalt aflið í stjörnu jafnt og aflið í þríhyrning. Ok, nokkrar spurningar varðandi þetta. Þetta ekki flókin atriði, þetta aðalega upprifjun og bara kanna það að þið séu alveg með þessa hluti alveg á hreinu. Næsta skýrsla sem sagt 3B.
Hér leiðrétting fasviks við skammhlaupsmótor, 3 fasa skammhlaupsmótor. Og við vorum með mótor sem 2,2 kW og við vorum með 50 metra langan kapal á milli spennugjafans og mótorsins og við tengdum þéttana alveg við mótorinn en 50 metra kapallinn var á milli sem sagt mótorsins og spennugjafans, við sjáum það hérna, og við vorum að kanna bæði afltapið í kaplinum og hvaða áhrif það hefði að tengja þéttana hérna við mótorinn og fengum sem sagt á leiðrétting á fasviki, fengum að við vorum í rauninni bara að senda raunstraum frá spennugjafanum þegar að þéttarnir voru í gangi og tóku hæfilega mikinn straum til þess að segulmagna mótorinn, þannig að launstraumurinn hann kastaðist hérna á milli mótorsins og þéttana en það fór engin launstraumur milli spennugjafans og mótorsins. Þegar að þéttarnir voru tengdir og í stillingu 5 þá passaði það að í stillingu 5 tóku þéttarnir sama straum og launstraumur mótorsins var. Og þetta svona lærdómurinn af þessari æfingu. En það sem við erum hérna með mælingar, þá sjáum við hér tengingu fyrir og eftir þétta tenginguna og við sjáum hérna að fyrst raunaflsstuðullinn við sem sagt 1, það við spennugjafan, án þess að vera með þéttana tengda, það svolítið fasvik þarna á ferðinni, það 0,82 sem hérna raunaflsstuðullinn og það náttúrulega sama við mótorinn, sama fasvikið kemur þar í ljós, 0,82 og eða raunaflsstuðullinn svo sami. Og hins vegar ef við tengjum þéttana í stillingu 5 þá taka þeir hérna sjáum við 5,78 ampere, mjög svipaður straumur og launstraumur mótorsins og þá breytist þetta þannig að aflmælirinn við spennugjafan sýnir raunaflsstuðullinn 1. Það sýnir það að nú búið að leiðrétta fasvikið alveg að fullu og það sami hérna raunaflsstuðull 0,82 við mótorinn á sjálfsögðu. Mótorinn breytist ekki neitt þó við tengjum þéttana við hann. Eina sem breytist að núna framleiða þéttarnir allan þann straum sem mótorinn þarfnast til að segulmagnast. Sem sagt, þéttirinn segulmagnar mótorinn. Og við þurfum engan launstraum frá spennugjafanum. Við þurfum bara raunstraum og þar sem það bara raunstraumur á ferðinni frá spennugjafanum, það skýringin á því að kósfí hérna 1. Ekkert fasvik séð frá spennugjafanum. Svo skoðum við hérna áfram. Hérna náttúrulega útreikningar sem við gerðum til að finna út sem sagt afgefið afl mótorsins og til að finna út heildarnýtni kerfisins. Hún lagast örlítið við það að tengja þéttana. Nú fasvikið í gráðum reiknað hérna. Fyrst það 35 gráður þegar þéttarnir eru ótengdir, bæði við spennugjafan og mótorinn sem passar áður en við tengjum þéttana og síðan þá þess að afltap í kaplinum 0,19 kW eða 190 watt sem lækkar niður í 160 watt þegar við tengjum þéttin og þá ekkert fasvik 0 gráður við spennugjafan
en auðvitað sama fasvik mælt við mótorinn, svo að við fáum minni straum eftir kaplinum af því að nú fer ekki launstraumur líka eftir honum, heldur bara raunstraumurinn. Og við sjáum aðeins þennan mun, að það minnkar afltapið í kaplinum, og það megin tilgangurinn með leiðréttingu fasviks, það að minnka óþarfa strauma, óþarfa launstrauma í raforkukerfum, í raforkuflutningslínum, köplum, í háspennulínum og svo framvegis, til þess að minnka afltap, þannig að við getum komið sem mestu afli á milli staða með sem minnstum straum, bara með raunstraumnum. Þess vegna leiðréttum við fasvik helst á notkunar stað. Og þannig að hér höldum við áfram að reikna launstrauminn, fyrst í mótornum hér, og síðan reiknum við launstrauminn frá spennugjafanum í stillingu 5, og það kemur í ljós að það náttúrulega engin launstraumur vegna þess að fasvikið 0 gráður þegar við erum með stillingu 5 á þéttunum. Það ósköp eðlilegt. Og sem sagt, launstraumurinn frá spennugjafanum 0 ampere, launstraumurinn sem mótorinn tekur 5,06 ampere og straumur þéttana 5,78 ampere. Þarna náttúrulega einhver smá skekkja sem að við sjáum ekki beinlínis, eða við tökum ekki beinlínis fram í þessum straum, en aflmælirinn sýnir að kósfí sé 1, þannig að þetta bara innan skekkjumarka. Og það getur auðvitað verið að þetta sé einhver pínu lítill launstraumur vegna þess að þéttastraumurinn ekki nákvæmlega sá sami og launstraumur mótorsins. En við gerum okkur ekki grillur út af því. Svo að við skoðum þetta. Fasvik mótorsins að sjálfsögðu alltaf sama vegna þess að við breytum mótornum sjálfum ekki neitt. Hann algjörlega óbreyttur þó að við tengjum þétti við hann. Þá breytist fasvikið ekki neitt í mótornum sjálfum. Og sjálfsögðu launstraumur sem mótorinn tekur þar af leiðandi nákvæmlega sá sami, þrátt fyrir það að við tengjum þéttin. Ok, nú síðan prófum við að breyta tengingunum á þéttunum úr þríhyrningstengingu í stjörnutengingu, og þá taka þéttarnir minni straum. Þau fara úr 5 amperum niður í rétt tæplega 2 ampere. Og þá lendum við því að núna leiðrétta þéttarnir fasvikið ekki alveg við mótorinn, og þar lendi þá erum við farin að sjá fasvik við spennugjafan. Nú spennugjafinn farin að senda launstraum frá sér til þess að fæða mótorinn þeim launstraum sem hann vantar upp á til þess að taka allan sinn launstraum til að segulmagnast. Og þá verður fasvikið við spennugjafan svona dálítið aftur 25,84 gráður, sem að var áður 35 gráður ef ég man rétt. Hérna var það 35 gráður. Ok, og úr 35 gráðum niður í 25 gráður, þá leiðréttum við fasvikið ekki algjörlega. En þegar við vorum með þéttana tengda, þá var þessi tala 0 gráður. En að því að við höfum þéttana tengda í stjörnu, þá
gefa þeir ekki nægjanlegan launstraum til mótorsins til þess að leiðrétta fasvikið. Þeir leiðrétta fasvikið bara hluta til. Þannig að nú þarf spennugjafinn að gefa meiri straum frá sér til þess að fæða mótorinn til að hann vinni eðlilega. Og hér segir að núna er þéttastraumurinn minni, þess vegna þarf meiri launstraum frá neti og það veldur meira fasviki við spennugjafann. Hér er síðan hlutfallið milli straumsins í þríhyrningstengingu og í stjörnutengingu á þéttunum og það er sem sagt 3. Það er 3 sinnum minni straumur í stjörnu heldur en í þríhyrningstengingu. Þess vegna gefa þéttirnir minni launstraum. Framleiða minna launafl ætla ég að segja, til mótorsins og eða framleiða minni launstraum til mótorsins ef að þeir eru tengdir í stjörnu. Hins vegar, ef að þeir væru tengdir í þríhyrnings eins og þeir voru tengdir áðan í þríhyrningstengingu, að þá gefa þeir mótornum nægilega mikinn straum í stillingu 5 til þess að mótorinn fái allan launstrauminn sem að þéttarnir framleiða fyrir mótorinn til að spennugjafinn þurfi ekki að senda neitt launstraum til mótorsins. Heldur er fasvikið, það er leiðrétt á staðnum. Það er best að leiðrétta fasvikið á staðnum þar sem mótorinn er staðsettur. Því að ef við myndum tengja þéttana hérna við spennugjafann, þá myndum við samt vera að senda allan launstrauminn í gegnum kapalinn til mótorsins. Og þá erum við ekkert að spara neina orku hér á leiðinni. En ef við tengjum þéttana við mótorinn, þá spörum við þetta afltap sem að annars væri í kaplinum. Og auðvitað værum við þá líka með spennufall og það veldur líka stundum vandamálum. Ef maður er með of mikið spennufall þá þarf kannski að hækka spennuna við spennugjafann til þess að álagið eða mótorinn fái nægilega háa spennu. En þetta er svona lærdómurinn úr þessari skýrslu. Einhverjar spurningar? Ekki svona alveg. Svo að við förum það bara í næstu skýrslu. Það er 3C. Þar höfum við ójafnt álag í þriggja-fasa kerfi. Og hér byrjum við á því að hafa jafnt álag í þriggja-fasa kerfi. Við vorum með 3 100 watta ljósaperur og þegar við erum með jafnt álag þá er í sjálfu sér eins og til dæmis í mótorum, þá getum við sleppt því að tengja 0 vegna þess að álagið það bara býr til sitt 0 og það á yfirleitt að vera, ef þetta er bara einn notandi þá á þetta að vera tiltölulega jafnt álag. Það er þá ekkert alltaf jafnt álag á fasa. Við getum nefnt sem dæmi eldavél, hún er oft með kannski 3 fasa álagið á einhverjum hluta, til dæmis bakarofni eða einhverju, en ekki kannski hellurnar. Hellurnar eru kannski einfasa, þá kannski veldur það ójafnvægi á fössum. Þið eru kannski ekki alla jafna með 3 fasa rafmagn inn í íbúðarhús, en inn í svona stór eldhús þá getur verið 3 fasa kerfi. Og þannig að í því tilfelli þá þarf eldavélin að sjálfsögðu að vera með 0 tengt svo að það valdi ekki einhverjum vandamálum í eldavélinni sjálfri til dæmis. Því þá myndum við fá mismunandi spennur til dæmis á hellunum og hellurnar getur skemmst eða eitthvað slíkt ef það fengi of háa spennu eitthvað. Þannig að svo að 0 verður alltaf að vera tengt þegar það er svona blandað álag í einhverju tæki. En hérna prófum við að vera fyrst með jafnt álag
allar perurnar voru 100 vött og við byrjuðum þá þess vegna á því að tengja þetta svona upp, reyndar slepptu við núlltengingunni í fyrstu mælingunni og vegna þess að perurnar voru jafnstórar, nánast jafnstórar, meldum spennu milli fasa, sem sagt þetta aðal spennan, tiltölulega jöfn spenna þó eitthvað aðeins mismunur hérna, en síðan var fasaspennan mæld allstaðar og hún var tiltölulega jöfn, þó eitthvað aðeins mismunandi. Hérna var fasaspenna í fasa 3 aðeins minni heldur en til dæmis í 230 volt er svona jafnari spenna. Hér er hérna smá munur þess vegna á milli spennunar í núllpunktinum á perunum og núllinu í töflunni vegna þess að þetta var ótengt í byrjun. Þarna er smá skekkja vegna þess að perurnar eru ekki alveg nákvæmlega jafn stórar. Þá fáum við einhvern örlítinn mismunarstraum sem við reyndar mælum ekki núna, en auðvitað vegna þess að við erum að tengja núna núlltenginguna til þess að mæla strauminn í núllinu. Og þá fáum við hérna örlítinn núllstraum sem er 27 milliampere. Þetta er ekki stór straumur, en hins vegar sjáum við hér að hér erum við með miklu jafnari fasaspennu. Munurinn núna er rauninni bara vegna þess að hér er aðeins munur á milli aðalspennana. Þannig að ef að hins vegar þetta væri alveg hárrétt, 400 volt allstaðar, 400, þá myndum við vera að mæla hérna 230, það er alveg hárrétt spenna hérna allstaðar. En hún lagast, þetta varð ekki eins mikill munur eins og í fyrstu mælingunni. Og sem sagt, nú er búið að tengja núllið, þannig að nú er náttúrulega engin spenna milli núllpunktsins í töflunni og núllpunktsins á perunum. Það er bara 0 volt, eðlilega. Og þá fundum við 60 wattaperu til þess að tengja í staðin fyrir eina peruna og í fasa 1, og þá mældum við minni straum þar. Hinar perurnar voru áfram 100 vött og tóku tiltölulega jafnan straum, og við sjáum það, við tókum núllið úr sambandi aftur og þá sáum við að það var mjög mismunandi fasaspenna. Aðalspennan er alltaf sama rólinu sko, hún er samt mismunandi hérna, hefur verið á þessum tíma þegar þessi mæling var tekin. En það er hæsta spennan, fasaspennan, yfir peruna sem er minnst í afli, sem 60 vött. Og hún tekur minni straum og þar af leiðandi skekkist spennan yfir hana, hún hækkar óðurlega mikið. Þannig að 276 volt, hér væru öll tæki ef þetta væru 3 íbúðir. Hérna er allt í lagi í íbúð 2, það eru 220 volt, allt í góðu lagi. Ja, frekar í íbúð 3, það væri tiltölulega lág spenna, en þetta kannski slippi, þó er þetta kannski orðin og lág spenna fyrir einhver tæki, en í íbúð 1 þá væru við með allt og háa spennu og þarna væru búin að fara spennugjafar í sjónvarpum og tölvum og ég veit ekki hvað og hvað. Þetta er allt og há spenna og jafnvel einhverjar perur, einhver lýsingabúnaður væri farin þarna líka. Kannski ekki glóperur. En þannig að þið sjáuð hvað gríðarlega afleiðingar það hefði ef að núllið myndi rofna einhvers staðar í götunni og hinnir allir 3 fasarnir væri í sambandi. Og það væri ójafnt álag á mismunandi húsum til dæmis í götunni. Þá myndi eitt húsi fá allt of háa spennu, önnur hús kannski aðra spennu sem væri
betri. En núna mælum við mismunin á spennunni í núllinu í töflunni og núllinu á perunum og það er heil 48 volt. Þetta er mjög mikill munur. Og ég held að við síðan tengjum við núllið og þá jafnast aftur spennan yfir perurnar. Hún er tæplega 230 volt hér, hérna rétt rúmlega 230 og hérna aðeins rúmlega 230. Þannig að það er min jafnari spenna því að núllið oft kallað spennujöfnunar taug af því að þessi taug, núllið, hún jafnar spennuna á fösunum. Einfasa álag fær sömu spennu alveg sama í hvaða fasa það er tengt. Svo að núna sjáum við líka að straumurinn í núllinu er miklu meiri heldur en áðan þegar að við vorum bara með 27 milliampere þegar perurnar voru tiltölulega jafn stórar en úr 27 milliamperum meina ég upp í 192 milliampere þegar við erum með mismunandi álag. Það er 60 watt, 100 watt, 100 watt. Og hins vegar náttúrulega er engin spennu munur þegar við erum búin að tengja núllið frá núllinu á perunum. Hérna frá núllinu á perunum gegnum straumæli yfir í núllið í töflunni, þá er náttúrulega engin spennu munur milli núllsins í töflunni og núllsins á perunum. Alltaf 0 volt, sjáum það alveg greinilega. En hins vegar er komið 192 milliampere hérna í gegnum mælin af því að við erum með ójafnt álag, 60 wattaperur hér, 100 wattaperur hér, 100 wattaperur hér. Og 192 milliampere sem er í núlltauginni. Þennan straum getum við reiknað út. Það er til formúla sem við getum notað ef við erum með svona ójafnt álag og sérstaklega ef við erum með mismunandi strauma hérna, þá getum við dregið einn fasastrauminn frá hinum straumunum, getum við reiknað út hérna núllstrauminn í þriggjafasakerfi og þá segjum við að tökum minnsta strauminn og drögum hann frá. Þá segjum við hérna straumur í fasa 2 sinnum kósinus 60 gráðum pluss straumur í fasa 3 sinnum kósinus 60 gráðum og drögum strauminn í fasa 1 frá. Það gerum við þá svona og þá fáum við mismuna strauminn og sem er í núlltauginni. Og það tökum við þennan hérna og drögum frá og fáum rétt mismunin hérna í þessari mynd. En ég ætla ekki að fara nánar út í akkurat þessa útreikninga. Við gerðum þetta eitthvað í mælingarverkefninu. 192 milliampere var mældur núllstraumur og á myndinni eru vektorarnir sýndir en ekki gerð tilraun til að mæla mismunin á F1 og samanlögðum rauðu vektorunum. En niðurstaðan ætti að vera svipuð og útreiknaða stærðin það bil 188,5 milliampere. Mismunin væri allavega tekniskekkja en annars liggur munurinn í skekkju í mælitækjum. Einhverjar spurningar varðandi þessa skýrslu? Allt í góðu bara. Síðan förum við í 3D. Og þetta var einfasa mótorinn. Þá hérna vorum við að gera mælingar, taka mælingar á aðalvafi og hjálparvafi í einfasa mótor. Og þá hérna vorum við með aflmæli
og vorum að komast að því hversu mikið fasvik væri annars vegar í aðalvafi og hins vegar í hjálparvafi. Og býtum við tengimyndin. Jú, það er kannski betra að bara líta á tengimyndina hérna í bókinni, því að við erum ekki með eina tengimynd hérna í þessari skýrslu. Svo sjá, tengimyndin hérna í bókinni. Hérna höfum við tengimyndina. Hér erum við með straum og við mældum aflið og við sendum bara litla spennu með minni 20 volt út á mótorinn. Mældum aflið í aðalvafinu fyrst og síðan í hjálparvafinu og tókum náttúrulega straummælingu í báðum vöfum og þá kom það í ljós að það var svona smá munur á milli fasviksins í aðalvafi og í hjálparvafi. Reyndar þessar myndir hérna í bókinni eru svolítið frábrugðnar myndunum í raunverulegri skýrslu. Við sjáum það líklega hérna, því að hér var, skulum sjá, ætli það sé bara heildar, já, þetta er bara líklega bara loka myndin þar sem að svona sjá, hvernig lítur þetta út? Já, þetta er seta hjálparvaf með þétti. Þannig að hérna, já, hérna er munurinn. Akkurat, hérna kemur þetta fram. Það var lítill munur á milli fasviksins í aðalvafi og hjálparvafi. Hérna var aðalvafið 47,2 gráður og hins vegar var fasvikið í hjálparvafinu 54,3 gráður. Það var aðeins meira fasvik í hjálparvafinu. Þess vegna getum við sagt það að straumurinn, hann var aðeins meira á eftir í hjálparvafinu. En við þurfum að flýta straumnum og í hérna hjálparvafinu, skoðum þetta hérna í þessu tilfelli hérna hjá okkur í mælingunni, 52,4 gráður, hérna 52,4 gráður, til þess að verði 90 gráður munur á milli straumana, eða hérna náttúrulega viðnámsins í aðalvafi og hjálparvafi, þegar við erum búin að bæta þéttinu við. Hérna sjáum við þetta að hjálparvafstraumurinn hjá okkur hefði verið hérna með meira fasvik. Þetta er öðruvísi hérna í bókinni. Þannig, en til þess að fá það bil 90 gráður fasvik milli straumanna í aðalvafi og hjálparvafi, að þá þurftum við hérna í bókinni í því dæmi að vera með þétti sem að flýtti straumnum í rásinni 40 gráður. Þannig að við fengjum 90 gráður mun milli straumsins í aðalvafi og í hjálparvafi. Það er til þess að við fáum sem best ræsivægi. Þá rýkur mótorinn í gang. Það er tilgangurinn með því að gera þetta. Þá sem sagt raðtengjum við þéttin inn í rásina, í hjálparvafsrásina, og flýtum straumnum í hjálparvafsrásinni, og við það reyndar að breyta þessu úr þessari stillingu hér, sem sagt án þess að vera með þéttin, þá gerist líka annað, að ef við tengjum hann fyrst án þéttis, þá snerist hann rangsælis.
og þegar við tengdum síðan þéttin þá breytist sá hlutur að straumurinn í hjálpavafinu ekki lengur á eftir spennunni, heldur komin á undan spennunni. Þess vegna breytist snúningsháttin og hún breytist yfir í það að vera réttsælis. Þannig að þetta hefur þau áhrif þegar við búin að tengja þéttin, að straumurinn kominn á undan spennunni. Þess vegna snýra við snúningsháttinni. Ok, höldum áfram með þetta. Gerðum við þessar mælingar, já, aflið og strauminn. Spennan stilt á 20 volt og að reiknað út heildar raunviðnám í aðalvafi út frá aflinu. Þess vegna segjum við aflið í aðalvafinu deilt með straumnum í öðruveldi. Sem sagt notum þessa formúlu P sama sem í öðru sinnum R. Og við getum ekki bara nota vírviðnámið, það líka viðnám vegna járnsins í mótornum og þá notum við þessa formúlu RA, sem sagt R-ið í aðalvafi heildarraunviðnámið í aðalvafinu 12 vöttin sem við mældum aflið í aðalvafinu deilt með straumnum 0,88 í öðruveldi. Og þá fáum við þetta 15,5 ohm og það sama gerum við með hjálpavafið og fáum það 25 ohm. Það var aðeins meira viðnám í hjálpavafinu. Með sömu aðferð. Og reiknum við síðan út sýndarviðnámið með því að segja spenna deilt með straum. Reiknum út setuna í aðalvafinu fyrst og sem þá 22,8 ohm og setan í hjálpavafinu meira 41 ohm. Og þá getum við einmitt fundið fasvikið, fyrst raunaflsstuðulinn og síðan fasvikið í aðalvafinu sem var 47,2 gráður og síðan í hjálpavafinu að fasvikið í hjálpavafinu 52,4 gráður. Þannig að hér munurinn á milli fasviksins í hjálpavafi og aðalvafi 5,2 gráður. Þannig að hann gríðarlega máttlaus í gang. Hann hefur nánast ekki dræsvægi. Hins vegar, þegar þarna hægt að segja að hér eru bara rúmar 5 gráðu munur á straumnum í aðalvafi og hjálpavafi. Hann bara kemst ekki í gang, við getum hugsanlega snúið honum í gang, en hann þyrfti þá að fá einhverja hjálp til þess að komast í gang. Og aftur viðnámsvektoramyndin, breytingin, sem sagt, hér þessi tveir vektorar, mismunandi fyrir aðalvafið, setan í aðalvafinu 22,8 ohm og setan í hjálpavafinu 42,8 ohm og síðan reiknum við út hversu mikið þéttirinn þarf að hafa stórt launviðnám til þess að valda 52,4 gráðu fasviki, eða við sjáum bara hvað fasvikið hann þarf að vera með til þess að heildarfasvik milli viðnámsins í aðalvafi og setan í aðalvafi og setan í hjálpavafi með þétti þegar það 90 gráður, hvað við þurfum að hafa fasvikið í hjálpavafsrásinni sem þá
52,4 gráður. Sem sagt við þurfum að flýta straumnum í hjálparvatnsrásinni með því að raðtengja þéttin inn í rásina. Og hérna segir sem sagt að í þessu tilfelli hérna þá var hjálparvatnsviðnámið á undan aðalvatnsviðnáminu og þar sem straumvektormyndin raun spegilmynd af viðnámsvektormyndin sést að hjálparvatnsstraumurinn er á eftir aðalvatnsstraumnum og mótorinn fór mjög hægt af stað vegna þess að án þéttisins eru bara 5,2 gráður milli straumana í aðalvafi og hjálparvafi. Það er reyndar nóg til að gefa örlítið snúningsvægi. Og mótorinn snerist rangsælis og síðan bættum við þéttinum í og með þéttinum er ræsið átakið miklu meira, komið það bil 90 gráður milli hotsis á milli straumana í aðalvafi og hjálparvafi og núna snerist mótorinn réttsælis í hina áttina. Áðan þá án þéttis var hjálparvafsstraumurinn á eftir aðalvafsstraumnum en með þéttinum er straumurinn orðinn á undan og þess vegna breytist snúningsháttin. Ok, og síðan er útreikningur á fasviki hjálparvafsins með þétti. Þá settum við afmæli í rásina og mældum hjálparvafsstrauminn og fundum út setuna, nýja setu og reiknuðum út frá það er náttúrulega það sama raunviðnám í hjálparvafinu, sjáum það er 25 ohm. Við vorum hérna með R hjálparvafsins hérna áður, 25 ohm. Það er sennilega út frá annari spennu, R hjálparvafs. Nei, þetta er rétt hérna. R hjálparvafsins er 25 ohm, það passar. Við notum það bara, R hjálparvafsins er 25 ohm og það er notað til þess að reikna út nýtt fasvik þegar við erum komin með þétti. Og þá erum við með fasvikið 52,4 gráður og núna þegar við erum búin að mæla þetta þá erum við komin með samtals fasvik milli aðalvafsins og hjálparvafsins meira en 90 gráður, það er næstu því 100 gráður, það er líka allt í lagi. Mótorinn hefur mikið ræsivægi frá 90 upp í 100 gráður, það er bara mjög fínt. Og það er hérna 99,6 gráður þegar við leggjum saman hérna fasvikið. Því að við sjáum hérna 47,2 gráður pluss 52,4 í bókinni, þar vorum við að leggja saman 40 gráður, þægilegir tölur, og 50 gráður. Það var 50 gráður fasvik í aðalvafinu, þá þurftum við að leggja við 40 gráður til þess að fá akkurat 90 gráður fasvik. En í mælingunni þá vorum við með nær 100 gráður fasvik. Allt í lagi, bara alveg jafn gott. En það er svona talað að allavega í mótorum, einfasa mótorum í dag, þá er svona miða við að sé 90 gráðu munur á milli straumsins í hjálparvafi og aðalvafi til þess að fá sem mest ræsivægi í byrjun. Svo, þetta er þá komið hjá okkur. Einhverjar spurningar varðandi skýrslunar? Ef svo er ekki, þá segjum við þetta gott.